Og velkomin á hafráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Nice, þar sem eru samankomin þúsundir og aftur þúsundir fulltrúa flestra ríkja heims sem hafa einhverja hagsmuni af því að hafið okkar sé heilbrigt. Og það er vissulega áhyggjuefni hér hjá mörgum og ekki ástæðulausu að vistkerfum hafsins hefur hrakað gríðarlega á undanförnum áratugum og í ofanálagið hitnar hafið gríðarlega hratt vegna þess hvernig hlýnun jarðar heldur áfram að aukast af völdum útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Þetta verður ýmis slæm áhrif, en mig langar til að segja ykkur frá því sem að svona hæst ber af því sem að hefur snúið að íslensku sendinefndinni hér. Ég nýt þess heiðurs að vera fulltrúi landverndar og þakka fyrir það með móralskum stuðningi frá náttúruverndarsamtökunum og Aldin. En það er ekki mikið af fulltrúum félagasamtaka þess utan hér á ráðstefnunni frá Íslandi. En hér var og er mikil umræða það sem við höfum fengið að heyra í vaxandi mæli verndarsvæði í hafi. Og menn telja að þetta sé leiðin til þess að stöðva þá þróun að vistkerfum hafsins hnignur og endurheimta mörgu þeirra. Það er líka mjög mikilvægt því mjög margt hefur glatast. Friðun af ýmsum toga muni hjálpa til. Það er mikilvægt að við áttum okkur á því þegar við tölum verndarsvæði í hafi að það er ekki bara einn flokkur friðunar eða verndunar. Þeir eru nokkrir, ólíkir og hafa hver sinn tilgang miðað við það lífríki sem á að vernda í hverju tilviki. Og það eru nokkrir flokkar verndarsvæða sem við þurfum að hafa í huga og vinna með þegar við krefjumst þess að fá fleiri verndarsvæði í hafi. En hér eru margir sem telja einmitt að þau hafi sannað gildi sitt nú þegar, þó svo að aðeins 8% af hafinu í heild sé innan verndarmarka og þar af 3% svona það bil sæmilega vel viðhaldið og stjórnað. Á Íslandi er talan jafnvel lægri, milli 1 og 2%, en hér lýsti umhverfisráðherra Íslands því yfir að hann vildi setja þessi mál á oddinn á næstu árum og taka undir þá kröfu sem kom fram í Montreal Conning samkomulaginu líffræðilegan fjölbreytileika fyrir 3 árum að stefna ætti að vernd 30% hafs og lands fyrir 2030. Það er að segja þessi fræga klásúla 30x30x30. Þar talaði umhverfisráðherra mjög skýrt. Hér var líka mikið talað fyrir því bæði undanfara ráðstefnunni og ráðstefnunni sjálfri að þurfti að stöðva tímabundið allan námukraft á hafsbotni. Það tókst ekki ná samkomulagi það og við höfum bara sjá hverju fram vindur í því efni, en mikill áhugi er að koma í veg fyrir það að menn ráðist í námavinnslu á hafsbotni áður en við vitum nákvæmlega hverjar afleiðingarnar verða. Einnig tókst ekki að fá nægan fjölda ríkja til að staðfesta samninginn líffræðilegan fjölbreytileika utan efnahagslögsögu, svokallaðan BBNJ samkomulag, en það mun nást síðar á þessu ári. Talan er langlega komin upp í 60. Ísland á eftir að fullgilda samninginn, gerir það síðar á árinu væntanlega og svo munu fleiri bætast við. Hins vegar er ekki útlit fyrir að náu samkomulag happrænan hnattrænt samkomulag plastmengun og notkun á plasti. Það er lengri og þyngri leið heldur en margir byggust við. Mér langar að geta þess að hér á ráðstefnunni er undir forystu Jóns Erlings Jónassonar frá utanríkisráðuneytinu bandalag sem stendur fyrir nokkrum viðburðum, svokallað bláþæfubandalag á íslensku. Ég naut reyndar þess heiðurs á sínu tíma að vera formaður í 3 ár. Jón Erling Jónasson hefur tekið við formennsku þar og þar er Ísland, Stanford háskóli og Environmental Defense Fund í Bandaríkjunum sameiningu með það markmið að koma mikilvægi fæðu úr höfum og vötnum
á framfæri á ráðstefnu eins og þessari. Því hafið fæðukista líka fyrir stóran hluta mannkyns og því má ekki gleyma og þessum til mikils að vinna að vernda hafið sem fæðugjafa og Bláfæðubandalagið stóð fyrir viðburðum af þessum toga. Síðan vil ég geta þess að lokum að það áhugavert að heyra svona undirtón á ráðstefnunni þess efnis að varúðarregla náttúruverndar sé ekki nóg. Varúðarreglan sem hefur verið í gildi frá Ríó 1991 og menn hafa sett í samhengi við að vernda líffræðilegan fjölbreytileika, vistkerfin og svo framvegis, hún sé bara einfaldlega ekki nóg og það þurfa að taka upp verndarreglu á allt náttúrulegt líf þannig að sönnunarbyrðinni er snúið við. Verndarreglan segir ef þið getið ekki sannað að það sem þið gerir sé skaðlaust, þá gildir vernd. Það verður áhugavert að sjá hvernig menn taka undir kröfur af þessu tagi. Þetta er umræðuefni sem mun örugglega ekki víkja úr huga okkur á næstunni en við látum þetta duga frá nýs að sinni.